Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þáttum sumarsins ætlum við að vera með brot af því besta sem við höfum verið að gera í Suðurnesja Magasíni síðustu mánuði. Njótið vel. Í gamla bænum í Keflavík starfrækt lítið stúdíó sem heitir hinu óvanalega nafni Lubbi Peace. Þar eru góðar sögur meðal annars teknar upp en líka margt fleira skemmtilegt. Við erum stödd í skemmtilegu húsnæði í gömlu Keflavík. Eiginlega svona það sem að bílskúrsböndin voru að sprengja hljóðhimnur. En núna unnið með annað hljóð og ýmislegt fleira. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér í Lubba Peace. Vertu velkomin. Velkomin. Hvað Lubbi Peace? Hvað Lubbi Peace ekki? Nákvæmlega. Herðu, þetta svona rými sem að við opnuðum fyrir svona það bil ári síðan. Sem að bara gerir alls konar. Við bjóðum upp á upptökur, hlaðvarpsupptökur, mestmegnis núna undanfarið. Og hérna hefur verið jóga og námskeið í skapandi skrifum og tarrotlestri og bara alls konar. Alls konar mannfögnuðir. Já. Og hitt og þetta fólk búið að koma hérna en eins og þú segir þá var hérna pabbi þinn og fleiri voru með gargandi hljómsveitir hérna í gamla daga, eða ekkert svo mikið í gamla daga, fyrir einhverjum árum síðan. Já, jú. Svo ég myndi segja í gamla daga. Já, það sennilega í gamla daga. Sko ég ólst upp hérna og við kaupum af foreldrum mínum sko og pabbi sem sagt byggir þessa viðbyggingu við bílskúrinn og það átti að vera garðhús en varð aldrei garðhús, það varð æfingarhúsnæði og þannig að ég ólst upp hérna bara, mín unglingsár var ég bara hérna að spila þungarokk með félögum minn sko. Og svo var pabbi minn með sína hljómsveitir og þetta var svona miðstöð hérna sko, allavega í mínum vinarhring og svo bara félagar pabba sko. Þannig að það var mikið rokkað hérna og einhverjar, eins og þú sagðir, einhverjar hljóðhimnur sem hafa sprungið. Það var með mín. Og ég man einmitt eftir að við hjá Víkurhundum komið innan við allavega tvisvar sinnum á Ljósanótt þegar voru heimatónleikar, þá var verið að sprengja hljóðhimnur hérna. Já, við tókum þátt í upphafinu á þessu ævintýri heimatónleikunum. Það var einmitt punkklósett sem var fyrsta skiptið á okkur og það var stillt í 11 sko. Já, heyrðist langt út, langt inn í bæ. Já, nokkrar hræður sem komast fyrir hérna. Já. Skemmtir sér mjög vel. Já. En Ingi, þú hefur verið að vinna mikið sem hljóðmaður og í hljómahöllinni og í útvarpsmennsku en ert nú í aðalvinnu hjá Reykjanesbæ í dag eða ekki við eitthvað allt annað? Já, ég starfa sem kerfisstjóri hjá Reykjanesbæ en síðan með þetta hljóðmaður svona á kantinu sko og svo ég af og til tvisvar í mánuði í útvarpinu með útvarpsþætti á laugardagskvöldum. Næturvaktin. Á Rás 2. Á Rás 2. Á mótinni Heiðu Eiríks sem einmitt frá Keflavík. Akkurat. Bítlabæjargenin víða maður. Anna, ert þú með eitthvað bítlabæjargen? Nei, ég frá Selfossi. Já, sveitastúlka. Já, aðeins þessi stemning hvað. Komst þú með róligheitin inn í þetta húsnæði? Já, ég held það nefnilega. Það ekki mikið spilað þungarokk núna. Meira svona verið að óma og... Namaste. Namaste. Nei, alls ekki. Það bara alls konar. Og það bara ótrúlega gaman að geta tekið á móti hópum og bara haft á ekkert allt of stóra og svona maður gefur öðruvísi af sér og fær öðruvísi endurgjöf þegar það eru færri. Og svo líka erum við með fastakúnna í hlaðvarpi hjá okkur. Og það á meðal Magga Pála og barnabarnið hennar Mói Pála. Og litla barnið Adeline Brynja, hún langamma, Magga Pála. Og ég svona pródúsent fyrir þá þætti og barnapía og alls slags. Og það bara ótrúlega notalegt að geta verið í svona, bara í þessu rými mitt með lítið barn og bara í svona fjölskyldustemningu. Og svo auðvitað eru góðar sögur hérna hjá okkur líka. Upplagið var að þetta rými til að skapa. Já. Lubbi Peace, rými til að skapa. Já. Og það bara á allskyns sköpun sér stað hérna. Og hvaðan kemur þetta Lubba-nafn og Peace? Já, það góð spurning.
Stuttútgáfa. Já, bara stuttútgáfa, þá sko, Lubbi Peace svona tilvitnun í John Lennon og Yoko Ono. Þegar þau voru nakin upp í rúmi með friðsamleg mótmæli. Já, með friðsamleg mótmæli og á veggnum þar var plakat sem ástóð Hair Peace, eins og hárkolla, en Peace skrifaði eins og friður. Og á þessum tíma, þegar ég var unglingur og á fullu í tónlistarskóla og svona, þá var ég með mikinn Lubba á, þá kom þetta bara Lubbi Peace og það hefur bara haldist bara og sem betur fyrir var Anna alveg til í það líka sko, við stofnum fyrirtæki sem heitir þá Lubbi Peace og sem þá svona yfir þessu dæmi okkar. Já, þannig að Yoko Ono og Lennon, þetta runnið undan rifjum þeirra, tvekja. Já, þú hefur verið að vinna svolítið í kringum bækur. Já, einmitt. Þú ert búin að vera með eitthvað slíkt hérna. Ég hef búin að vera að lesa inn einhverja bækur hérna. Já, hérna eru teknar upp hljóðbækur, taka upp nokkrar og ég er með bókmenntahlaðvarp sem heitir Skúfuskáld, þar sem ég tala við rithöfunda það að skrifa og svo hefur ég verið með bókaumfjöllun með vinkonu minni sem bókmenntafræðingur og svo hefur Vigdís Grímsdóttir, vinkonu okkar, komið og verið með námskeið í skapandi skrifum og við stefnum á fleiri svoleiðis með bara flottum rithöfundum sem að miðla af sér. Þegar búið að bólast við alla. Já. Þannig að það hefur oft verið talað um að Geimsteins stúdíó Rúnars Júlíussonar heitins, það hefur nú verið mikil sköpun þar. Náttúrulega nær eingöngu held ég í tónlist en það svona, við erum að tala um eitthvað annað stúdíó hérna, ekkert mjög langt frá. En í annari sköpun bara kannski? Já, algjörlega. Já, bara aðri sér kannski áherslur og svona, en við náttúrulega hefur líka verið tónlist hérna og tónlistafólk sem hefur komið og tekið upp og við tökum á móti fólki sem getur komið og leigt bara og verið heila helgi og jafnvel leigt sko aðstöðu til að gista hjá okkur líka því að við erum með litla íbúð í húsinu okkar. Þannig að þetta svona alls konar. Við höfum fengið að fylgjast með byggingasögum Inga. Það finnst það gaman? Já, hvernig ég orða þetta. Það búið að vera mjög skemmtilegt að sjá þitt handverk, margvíslegt. Já, gaman að heyra, takk fyrir það. Það alveg svona... Þið búið hérna í gömlu húsi? Við búum í gömlu húsi og erum búin að vera að gera það upp og tókum þetta allt í gegn, lækkuðum gólfið til að mynda 30-40 cm og ég allan tíman með síman á lofti sko og það alveg þó nokkuð margir sem eru búin að fylgjast með mér og eru bara spenntir sko og ég fæ mjög mikil viðbrögð, ég er ekki með 1000 fylgjenda sko en það alltaf tryggir fylgjendur sko og þú ert búin að vera að fylgjast með, gaman að heyra. Hvernig ég heima í gamla bænum í Keflavík? Hér mikið af gamlum húsum í kring og þið eru í sérstökum anda hérna, getur við sagt. Já, mér finnst þetta yndislegt sko. Þetta ótrúlega fallegur hluti bæjarins. Og svona bara, skemmtilegt umhverfi og svo náttúrulega skemmir ekki að við erum með tengdaforeldra mína sem búa hérna bara rétt hjá og það ótrúlega notalegt að hafa fjölskylduna svona þétt saman. Foreldrarnir þið fluttu ekkert mjög langt? Fluttu bara yfir götuna bara. 20 skref. Já, fóru bara skamóði, minkuðu bara við sig. Það bara þannig sko. Og það yndislegt fólk í þessu hverfi, það alveg, þetta bara, og í þessum bæ, það er bara málið sko. En það eiga semst eftir að óma ýmsir tónar og lestur og jafnvel jógastundir hérna í framtíðinni. Heldur betur með þess. Við vorum alltaf bara að byrja þegar COVID skall á sko. Þá vorum við að byrja sko. Og hann náði að hafa nokkra jógatíma og svona og svo fer þetta bara alltaf fullt aftur. Já, algjörlega. Skemmtilegt bara. Já, algjörlega. Spennandi. Gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir það. Takk. Þeir eru ekki margir fallir á götunni, það er að segja transamar hér á Suðurnesjum. En þessi er 1979 módelið,
í svona 2020 búningi, Önundur Jónasson, Öddi. Yes. Segðu okkur aðeins frá þessu ævintýri. Við hlerum það að þú væri búinn að vera í allmörg ár inn í bílskúr að alltaf því að byggja þennan bíl bara. Já. Allavega endurbyggja þennan gæsalappa. Akkurat. Segðu okkur aðeins frá þessu. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig byrjaði þetta? Já. Ég fór reyndar fyrsta rúndina á þessum bíl 1997. Það átti frændi minn hann sem að flutta hann inn 96. Og síðan þetta er bílinn Jóappi 97 og var bara inn í skúr þar. Í raun og veru og síðan var eitthvað svona grúskað í honum og menn ætlaði að fara að gefa hann upp og þannig að ég allavega sem sagt enda með hann í höndanum 2014 og byrja síðan á þessu bara að byrja svona á þessu bara þessum riðbætingum og öllu og miklar pælingar svona í upphafi hvar maður ætti að byrja. En áramótin 2014-15 þá byrja ég á svona riðbætingum og síðan var ég að dunda mér við þetta svona alveg þangað til núna í sumar þegar ég sett hann á götuna. Já. Þetta er búið að vera, þetta voru svona tæp 6 ár. Já. Og það maður getur ímyndað sér að það eitthvað af 1000 klukkustunda sem að liggja að baki slíkri vinnu. Já, ég reyndar ég ákvaða að skrá enga klukkutíma niður í þetta sko, bara til þess að enginn myndi vita hvað þeir væru margir. En þetta alveg, þetta eru fleiri, þúsundir eða tugir þúsunda, jafnvel hundruði sem að fara í þetta. Þetta er rosalega mikil, svona margt svona seinlegt og margt sem maður er að föndra sem að enginn sér nokkuð tíman, eitthvað staðar inn í einhverju og verður í raun og veru bara eitthvað sem að ég veit af, að er alveg eins og nýtt. En ég tók bílinn skrúfu fyrir skrúfu, það var ekki ein skrúfa í hvorki boddjunni, grindinni, það var allt saman aðskilið. Það var ekki einn bolti sem að hékk saman á neinu þegar ég byrjaði. Og boddið var tekið allt, það var sandblásið eftir að ég riðbætti það. Og sama með grindina, hún var tekin, sandblásið, synkuð, svo máluð og sama með boddið, það var sandblásið í epoxyhúða og svo grunnað og svo koll á kolli. En það bara svona kannski það sem að fólki sér. En síðan allt hitt, eins og til dæmis undir honum. Svona undir bílnum vil ég meina að það sé fallegra heldur en ofan á honum, sko. Eins og ef það sæist undir hann, það allt bara í raun og veru bara eins og á ytrabyrðinu, sko. Eins og það ég lagði mjög mikla vinnu og svona metnaði það að ég sjálfur vissi að allt sem að væri í honum, að það væri í lagi. Og ég var ekki með neinar efasemtur neitt. En ok, það hægt að spyrja þig mikið út í þetta, en þetta til dæmis bíl sem ég man eftir mig þegar ég var 17 ára á götum Keflavíkur, þá var þetta einn heitasti bíl á svæðinu. Svona bílar, Transam, þeir voru ekki margir. Þannig að maður man alveg eftir þessu, þannig að maður fær alveg svona days of view. En hvað svona, þó að þetta sé ekki þátturinn kíkt í skúrinn, þá segðu okkur samt aðeins, hvað eru að tala um, þú keyptir nýja vél eða segðu okkur á vélinni? Sko, í raun og veru allur undirvagninn, hann er sem sagt bara endursmíðaður, sem sagt þannig að séu sem sagt aksturseiginleikar á við bara nútíma bíl í honum, bæði sem sagt fjöðrunarkerfið. Ég smíðaði undir hans svona coilover fjörunarkerfi þar sem hann komið þá að gorma og dempar allar hringinn og ekki lengur á fjöðrum aftan og saman með bremsukerfi, það ekki nóg að komast rætt áfram heldur maður þarf að vera nokkuð snöggur að stoppa líka. Eins og það bremsukerfi undan Corvette C5 undir honum og stýrið, þar breytti ég í gírun á stýrinu þannig að þú þurfir að snúa færri hringi heldur en venjulega til þess að þessi gömlu bílar voru alltaf, þeir voru svona svolítið sófasett og svolítið svona svifasinnur og þurftir að snúa hann annars bara í minni snerpa í því, já. Eins og ég ákvað að breyta því öllu og gerði það svona bara eins og ég hélt að myndi virka og reyndar síðan bara raunin að það allt saman bara eins og þetta var eins og ég hafði ímyndað mér. En síðan skipti ég sem sagt mótor í hann með að setja í hann LS3 mótor sem 600 hestafla mótor og stærri skiptingu þá líka til þess að geta tekið við því og þegar ég var búinn að gera það þá þurfti ég líka að skipta um afturhásingu. Það svona þetta kallar allt á hvort annað. Eins og ég endaði með því að þurfa að skipta í raun og veru út öllu þess kraminu þegar maður byrjar á einu stað og jafnvel maður sér það ekki alveg fyrir þegar maður byrjar. Þess að þetta svona vindur aðeins upp á sig. 600 hestöfl, hvað ertu fljótur í 100?
Ég veit það bara ekki. Nei. Þú ert allan að fljótur. Já. Ég er rosalega fljótur upp í 50. Ég er bara búinn að vera að keyra svona nánast innabæðar. Þess að ég hef ekki ennþá mátt fara á 100. Nei. Þegar ég fer einhvern tímann. Þannig að þú ert ekkert búinn að fara með hann á kvartímílubrautinni eða þannig? Nei, hann hefur ekki segið, þetta meira svona bara ísrúndari bara þegar það gott veður og þá fer maður og fæ sér. Ford bílaklúbsrúndurinn að ljósanótt. Já, eiginlega þannig, sko. Bara í góðu veðri og... Já. En bara svo ég spurði ég svona aðeins meira út í bílinn, þú veist, þú náttúrulega látið heilmálan og hvað með það sem inn í honum, sæti og eitthvað svona mælaborð. Akkurat, þetta var þetta er raun og verið allt annarkvort sem bara uppgert. Ég reyndar tók mælaborðið bara sjálfur, það var allt svona sprungið búið að vera úti í sólinni í Kaliforníu í mörg ár. Já. Og var svoleiðis í raun og verið þegar bíllinn innfluttur, það var það allt saman sprungið. Eins og ég tók það og lagaði það til bara og gerði það eins og nýtt og sama eins og með alla mæla til dæmis í mælaborðinu. Að ég endaði með því að þurfa að skipta þá líka út að ég var kominn með nýja vél og þá þurfti ég að fara í digital mæla til þess að þeir getu talað við vélina. Við hefum að fara í eitthvað svona æfingar sem ég var ekki alveg, mér fannst ekki verið jafn fínt. Og síðan með innréttinguna, að þetta er sem sagt innrétting úr afmælisútgáfa Transam sem kemur seinna heldur en þessi. Og þetta voru náttúrulega bara svona plus-sæti þegar ég fæði. En ég endaði með því að ég hafði samband við, ég var ekki að finna neitt hérna heima sem að gat gert þetta á svona skynsamlegu verði að bólstra sæti fyrir mig. Og ég endaði með því að tala við kínverska konu sem býr í Bandaríkjunum og er með stórt fyrirtæki og er að taka þetta að sér og er svona þeir sem horft á mikið af þessum uppgerða þáttum í amerísku sjónvarpi að þá er hún rosalega vinsæl í þessum svona gömlu bílum. En ég tók áklæðin bara utan á sætanum, sendi henni þau. Hún saumaði þau fyrir mig, ég var reyndar með svona smá efasemdir, þetta var alltaf að taka svo langa tíma og lítið við svör. En síðan allt í einu bara fékk ég pakka sendan heim og var mjög skemmtileg sending. Og allt stóð bara og síðan dundaði ég mig við það sjálfur að laga til svampinn og koma síðan áklæðinum á aftur og hefta þetta saman og græja það að gera. Hvað með eitt af því sem maður netti sem pegi, það var að vera með alvöru músík í bílunum og það hljómflutningstæki var talað í bílunum sko. Akkurat. Hvernig leistur það? Sko það er engin hljómflutningstæki í þessum bíl en það er Bluetooth bara magnari sem er bara með Bluetooth mótokara innbyggðum eins og þetta er þá í raun og veru bara tengt í gegnum símann og síðan bara hlusta þú annarkvort á útvarpið eða Spotify eða hvað sem þú vilt hlusta í símanum. En síðan náttúrulega það er nauðsynlegt að vera með góðar græjur í þessum bíl og þessi bílinn náttúrulega hann er frekar hávær og það heyrir svolítið háað í honum. Eins og maður má ekki vera að keyra mjög hratt ef maður ætlar að hlusta á tónlist. Eða ekki á mikilli gjöf. Þú voru að setja í eyrun. Akkurat. Ég hef ákvað svona lookið á honum. Ég ákvað að fara í svona, þetta kallast svona shaved look. Og þá er ég búinn að taka allt svona sem stendur út úr bodyinu. Og þá breytti ég bæði, ég tók hurðarhúnina af og er það bara með litla mótora inn í sem að opna hurðina. Og þá opnaði ég hana bara með fjastýringunni. Og opnast hún bara svona, poppar hún bara út. Og sama með svona nokkra svona minni hluti sem að ég svona vildi gera bara svona mínu, þú veist að til dæmis koma, þú veist, til þess að ná svona þessu shaved looki þá ákvað ég að taka líka vindskópunum á brettanum. Það sem að kemur venjulega eru þau alltaf svona hálflokuð og koma svona út úr bodyinu. Og svona fleiri svona litli hlutir sem að ég ákvað svona að modifæja til þess að hafa þá eins og ég vildi hafa þá. Þú ert með upp sem að tengjast ýmsum hlutum í bílnum. Akkurat. Við erum að tala áður að útskýra það fyrir mér, þá erum við að tala að 1979 módeli, þetta er 2020 bíl. Já, þetta er miklu leyti. Já. Bara í svona búningi, ekki einu sinni búningi. Þetta er svona ytri línurnar, þær halda sér. Mér finnst þess að ég hef alltaf verið mjög hrifinn af Transamunum og það var bara svona þess vegna sem að ég ákvað að taka þennan bíl og smíða hann. Og
Og ég vildi halda svona ytri línum á honum. Ég vildi ekki fara í einhverjar mikla breytingar. Það mér finnst þetta rosalega bara fallegt body. Aha, sem það Og geggjað. Og sama eins og til dæmis ég setti, þannig mínitöpaður aftan til þess að ég kæmi undir hann stærri og breiðari dekkjum án þess að dekkin fari að standa út fyrir eða þyrfti að fara að setja einhverja svona útvíkkanir á hann sem að mér finnst ekki fallegt fyrir mig og það ég vildi halda þessu ytra lúkki. Það er rosalega viðeigandi alltaf að spila bara country í þessum bíl. Það er annarkvort eitthvað old school eða country sko. Þetta er bara tónlistinn. Síðan er ég náttúrulega með app líka sem að stýri skiptingunni. Stýri skiptingunni, já. Hvernig hún... Já, raun og veru bara hvernig skiptingi vinnur, hvernig... Sjálfskipting, hvenær skiptir sér snemma, og sem sagt hvort hann sé að skipta sér hart eða mjúkt, sem sagt, og eftir því hvort það sért á lítilli gjöf eða á meiri gjöf. Eins og það er að stýra þessu öllu svona kannski meira heldur en í venjulegum bíl. En þetta er það var svona líka svona hugsunin hjá mér að út að ég var að gera þetta náttúrulega bara kannski í fyrsta skipti sem ég að taka þetta svona alveg frá A til Ö og ef ég væri ekki að hitta alveg í mark þá gæti maður alltaf tekið eitthvað svona smá tvík og tvíka til Ef við ekki opna hérna og sýna mér herlegheitin. Já, tekur þau pinnana út? Já, síðan er þetta bara svona pinnalæsingar sko. Þetta er eiginlega bara, mér finnst þetta betra upp að þú veist þessi húdd voru alltaf svona svolítið svona lifandi. Það er náttúrulega svo mikið fleki. Já, þetta er bara létt. Já, þetta er ekki 1979. Nei. Allavega er hún mjög hrein. Þetta er sem sagt bara 2018 mótilið af LS3 mótor sem ég lét smíða fyrir mig út í Bandaríkjunum í Georgia, annar tiltekið og þetta er bara aðili sem að stundar þetta, þú veist, hann er bara pró í því sem hann er að gera og það er svona, sem sagt bæði mótorinn og síðan er náttúrulega til þess að fá almennilega bremsur, þá er líka, þú veist, eins og hérna er sem sagt bremsu unity, þá er komnar í hann svona hydraulic bremsur sem að gera það verkum að þú ert alltaf með eins bremsur þó að sama á hvaða snúning mótorinn er en þessi gömlu bílar þeir þurft alltaf að vera á svona svolítið háum snúning til þess að geta eða vera með eitthvað afl í bremsunum. En þú hlýtur að eiga mjög skilningsríka konu. Já. Ef það eru 6-7 ár sem að liggja baki þessari vinnu og þú ert ekki í golfi og ekki í hestamennsku. Akkurát. Nei, ég hugsa ef ég væri í golfi reyndar þá hef ég enga tíma haft fyrir þetta sko. Ég er rosalega heppinn með konu, þú veist að kona mín hún er búin að vera bara virkilega skilningsrík bæði að það að ég þurfa að fylla ferðartöskuna þegar við erum að koma heim frá Ameríku að einhverju dóti og eins líka bara öll kvöld og allar helgar að þau séu út í skúr. Ertu búin að eyða mörgum milljónum í þetta? Já. Ég ætla ekki að spyrja hversu margar. Ég þóttist alveg vita það. Þannig að þú hefðir svona hér geta keypt nýja bíl. Ég hugsa að það hefur ódýrara fyrir maður að kaupa með nýjan bíl bara. Ef ég myndi, tala nú ekki ef ég myndi reikna vinnuna mína með. Já, akkurat. En það er ekki heila málið í þessu náttúrulega. Þetta er partur að náttúrulega upplifa að gera þetta sjálfur og svona. Það hlýtur að vera mikil ánægja bak við það. Mjög, sem sagt, helmingurinn er sem sagt bara, mér finnst mjög gaman, þú veist, að vera út í skúr og dunda við þetta, þú veist, og sjá þetta, þú veist, jafnvel þó að ég sé að föndra við eitthvað, þú veist, og ég á fullt af vinum sem kom alltaf í skúrinn, sko, kíkja reglulega og jafnvel í einhverja, þú veist, mánuði, þá sáu þeir bara ekkert gerast, bara það er ekkert að gerast. En ég var búinn að vera að föndra hellinga á kvöldin, þú veist, bara, og enginn sá hvað ég var að gera, þú veist, bara alls konar svona litlu hlutir, síðan þegar maður gerir stóru hlutina, þú veist, þegar vélinn fyrir ofan í, þá sjá allt í enn allir, sko. En síðan, þú veist, að tengja allt og koma öllu fyrir. Ég lagði til dæmis svona mikla vinnu í það að reyna að fá þetta allt saman svona clean look, að vera ekki með, þú veist, vera ekki með of mikið af snúrum og vírum og svona einhverju lausu dóti hér og þar. Það er svolítið mikið pláss, finnst mér í. Er þessi vél öll nettari heldur en hún var í upphaflega bodyinu? Já, þetta er mjög nettur mótor. Þess að þetta er mjög, þetta er mjög mörg hestöfl í litlu boxi. Þess að þau eru, það er alveg virkilega, það er virkilega mikið pláss í
í þessu húddi náttúrulega bara alltaf. Þú veist, þetta svo rosalega breitt og bíllinn og húddi langt líka. Þess að þetta er allt svona miklu aðgengilegra og síðan náttúrulega á nýrri bílum það náttúrulega komið svo mikið af plasthlífum bara yfir allt. Á meðan hér eru bara engar plasthlífar. Og það gefur líka svona auka pláss. Leið og þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum að gefa út Héraðsfréttablaðið Víkurfréttir sem dreift frítt á netinu og kemur líka í pappír og dreift frítt öll Suðurnesin. Við erum að skrifa nýjar fréttir á vaff.is og sömuleiðis nýjar golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti getið þið séð á Víkurfréttavefnum. Það er ágætt að koma inn úr sumrinu og kíkja á eitthvað skemmtilegt efni frá síðustu vikum. En að lokum viljum við hvetja ykkur til þess að kíkja á Reykjanesi í sumar. Það margt að sjá og hér margt í gangi. Þakka fyrir okkur, verið sæl.